Já, Gunni, 3-0 tap. Þeir eru núna jafnir markatölu að leikni Fásk. Þeir töpuðu 4-2. Já. Hvernig leggst það að vera núna bara jafnir alveg? Já, þú ert að segja mig fréttir. Ég er náttúrulega ekki sáttur við það. Það sem að kannski veldur með smá vonbrigðum er að ok, þó við lendum 1-0 undir en þá brugðust við ekki nógu skynsamlega við því. Og menn fóru að æða út úr stöðum og opna sig allt og mikið og auðvitað nýttu Eyjamenn sér það og gengu á lagið og skoruðu þessi 2 mörk sem var algjör óþarfi. Þannig að við lögðum þetta svolítið upp í hendurnar á Eyjamennum og gerðum ekki skynsamlega í lokin. Og en að öðru leyti fannst mér eins og fyrri hálfleikurinn spilaðist bara vel. Við vorum að skapa okkur fín færi og koma okkur í góða stöður. Og bara óhefni kannski að skora ekki. Þetta fengu Eyjamenn sín líka færi en svona, já, ég svekti með það að við skildum gefa þetta svona auðvitað frá okkur í lokin. Talar um þessi færi sem þið fáið í fyrri hálfleik. Satt, þið voruð alveg í sókn í fyrri hálfleik, en í seinni hálfleik komist þið alltaf yfir miðju nema þarna í 2 skipti bara á 45 mínútum, sko. Já. Þegar þið fáið þessi færi, er það ekki ágjörni að dreifa svona af liðinu sóknarlega seinni hálfleik eftir að góða frammistöðu fyrir? Já, mér fannst við bara spila óskynsamlega í seinni hálfleiknum. Þeir pressa okkur hátt upp og við vorum svona svolítið að spila þetta upp í hendurnar á þeim í staðinn fyrir bara að færa liðið bara upp og sparka boltanum fram og þá vorum við að koma þeim alltaf í góða stöður og gerðum sjálfum okkur þetta erfitt fyrir og sendingar og annað voru ekki góðar í seinni hálfleiknum, sko. Þannig að það var svona ýmislegt þetta sem að klikkaði en fyrst og fremst bara það að við vorum að gefa hlutina og auðvitað frá okkur. Ég ætla ekki að taka neitt að Eyjamönnum, þeir eru með hörkulið og eru náttúrulega baráttu líka að fara upp ennþá væntanlega en við gefum þetta frá okkur allt auðvitað í dag. Sé Gummi Freyr á leikskýrslu til að byrja með og vantar náttúrulega Íon líka, Daði meiðist. Hvað getur þjálfarið sagt þegar allir eru að meiðast bara og 4 leikir eftir og fallbarátta? Er þetta ekki erfitt fyrir þjálfara að þurfa að velja lið og alltaf vera að breyta þig og rótira og svona? Jú, þetta er það ekki heppilegt en það kemur náttúrulega bara maður í manns stað og Gummi var bara fann fyrir í náranum fyrir leikinn, fann ekki fyrir því í gær, sko, og taldi sig vera kláran en svona bara gerist og er óheppilegt og náttúrulega slæmt með Daða líka. Ég vona að þetta sé ekki alvarlegt þannig að þeir komi fljótt tilbaka og við tæklum það bara, það kemur bara maður í manns stað og menn þurfa bara að þétta ræðirnar og standa saman í þessu. Algjörlega. Magni í næsta leik, hvernig leggst það þig? Já, ég menna það er bara næsti úrslitaleikurinn og við þurfum bara að standa okkur í þeim leik og gríðarlega mikilvægur leikur fyrir okkur, ekki spurning og þannig að það reynir á okkur og við þurfum að koma vel gíraðir í þann leik og spila skynsemi og reyna að landa sigri í þeim leik. Takk fyrir.